Stjörnur og sól, blómstur og börn, já, vindinn og vötn, allt gerði Guð, himinn og jörð, hans verk, Drottinn við þér viljum þakka. Drottinn við þökkum þér, þig einan tignum við, Herra, við lofum þitt heilaga nafn. Jesús Guðs son, lifði og lét sitt líf fyrir menn, alla sem einn, lifandi í dag, dvelur hann hér. Drottinn við þér viljum þakka. Drottinn við þökkum þér, þig einan tignum við, Herra, við lofum þitt heilaga nafn. Andi Guðs einn, helgur og hlýr, nú huggar sem fyrr, uppfræðir enn, verksamar Guð, dag eftir dag. Drottinn við þér viljum þakka. Drottinn við þökkum þér, þig einan tignum við, Herra, við lofum þitt heilaga nafn. Núna heyrist í mér, þarna kom þetta, tæknin aðeins að stríða okkur, en velkomin til Gulli. kirkju, takk fyrir það. Og velkomin þið líka sem eru að fylgjast með í streymin okkar. Það er gott að geta, þeir sem ekki áttu heiman gengt, að geta fylgst með í gegnum það. Og svo er þetta líka svo fínt, ég sé mig í skjá og þetta er alveg svakalega skakt hjá mér hérna. En það er erfitt, þetta er öfugur spegill, er þetta núna ágætt? Þá skulum við hefja stundina formlega og signa okkur, helga okkur Kristi og segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Góði Guð, takk fyrir að fáum að koma saman í þínu húsi og eiga uppbyggilegt samfélag þitt orð og njóta tónlistar og ritningarinnar. Blessaðu Lindakirkju, blessaðu þjóðkirkjuna og blessaðu kristni í landinu og gef það við eigum góða stund hér í kvöld. Þess biðjum við að hjarta í Jesú nafni. Amen. Heit þín ást minn hugarlaust, hjartans mál úr viðum brust, heitur hver eldur vatn, vor og haust. Í höndum þínum er ég hljóðfæri, hörpu sálar minnar, þekkir þú og leikur á mitt hjartans lag. Og þú léttum strengi mína leikur, lagið eina hreina sanna og hjarta mitt, það slær í takt við mitt. Við eigum saman
heit þín ást minn hugarlaust, hjartans mál úr viðum brust, heitur hver eldur vatn, vor og haust. Og þú léttum strengi mína leikur, lagið eina hreina sanna, og hjarta mitt það slær í takt við þig. Við eigum saman, já við eigum saman eitt hjartans slag. Svo tilbrigði við stefin leikinn, skrefin aðeins lengra gengin inn í nótt sem engan endi sér. Í höndum þér sem eldur dags úr hafi rís, ég heyri hljóma hjartans slag. Já, sem elding hugans lust, mín sál úr viðjum brust, heyrði ég hinn eina sanna tón. Já, við eigum saman, já við eigum saman eitt hjartans slag. Ekki að leyfa okkur að klappa bara fyrir henni. Og þetta var lagið Hjartans lag, og það fer vel á því að við ætlum að fá hann Valgeir Matthías Pálsson til að koma hérna upp, en hann búinn að vera duglegur að taka þátt í starfinu hjá okkur, og hann ætlar aðeins að vitna hvað starfið í Lindakirkju hefur bara gert fyrir hann. Og ég veit það að þegar hann kom hérna fyrst fyrir 4, 5, 6 árum, þá hefði hann aldrei geta ímyndað sér að hann myndi þora að standa upp fyrir framan kirkjuna og segja eitthvað. En hann fer létt með það í dag, og þetta hjartans lag passar mjög vel við það sem hann ætlar að lesa fyrir okkur, sem að fjallar aðeins hjartað, ekki satt. Og ef þú kannski fær bara mikrofóninn hjá... Já, komið sæl. Ég valdi vers hérna úr Jóbsbók, það sem sagt 19. kafli, 25. vers. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Mér fannst þetta viðeigandi svona í upphafið vesturs. En mér langar hér á eftir, og svo ég byrjaði þetta, mér langar hér á eftir að segja frá í örfáum orðum hvernig kirkjan, þó sérstaklega Lindakirkja, hefur breytt sýn mín og viðhorf mínu til lífsins frá því að vera tilfinninglega erfitt og einmannalegt og til þess að vera stórkostlega skemmtilegt, nærandi og gott. Allt frá fyrstu tíð hef ég verið mjög trúaður. Ég sótti í kirkju mjög mikið þegar ég var yngri, en upp úr fermingu misti ég trúna. Ég misti trúna vegna erfiðleika sem ég gekk í gegnum allan grunnskólan. Segja má að ég hafi átt svipað lífshlaup og Job í Biblíunni. Hann gekk í gegnum miklar raunir og upplifði í raun og allt það versta í sínu lífi á mjög skömmum tíma á æviskeiði sínu. Áföll, einelti, slys og veikindi gerðu það að verkum að trú mín dvínaði og hvarf í raun og veru alveg. En svo kynntist ég Lindakirkju og öllu því frábæra starfsfólki sem þar vinnur. Það tók mig tíma að koma í messur, enda var ég félagsfælinn og mér þótti erfitt að koma innan fólk, en svo brotnaði eitthvað inn í mér og ég fór að mæta í kirkjuna af fullum krafti. Ég hef upp frá því mætt í allflestar messur í Lindakirkju sem hafa verið í boði. Einnig reyni ég að taka þátt í starfi Lindakirkju eins og bænahópum og alfastarfi, eins og mikið og ég get. Einnig hef ég verið mjög virkur í máttugum miðvikudögum sem stundir á hverjum miðvikudegi í veturmánuðina í Lindakirkju. Ég fór á alfanámskeið 2019 og það þótti mér mjög gott og fræðandi. Það opnaði sýn mín á lífið og tilgang lífsins, meðal annars því að Guð elskar okkur öll eins og við erum og óháð kyni, stétt eða stöðu.
Ég lærði það meðal annars að Guð hefur tilgang með okkur öll og hann leggur aldrei meiri byrðar á herðar okkar en við getum borið. Starfsfólki í Lindakirkju talar það í gamni sínu á milli að ég sé orðin eins konar heimalingur í kirkjunni og það fallegt viðhorf. Lindakirkja hefur opnað hjarta mitt og huga fyrir því góð og ljúfa sem tilveru okkar. Það ekki allir sem á vegi okkar verða slæmir. Það til gefandi og skemmtilegt fólk sem tilbúið að hjálpa og aðstoða og veita stuðning í flestum ráðgátum lífsins sem við stöndum frammi fyrir. Ef við þekkjum einhvern sem líður fyrir það að vera einmann eða veikur, andlega eða líkamlega, þá kirkjan rétti vettvangurinn til að finna styrk, von og kærleika. Þá á enginn að þurfa að berjast einnig gegnum þrengingar, sorg og erfiðleika. Það gengur enginn einn, Guð allstaðar og hann hlustar á okkur jafnt í gleði og sorg. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir falleg orð, Valgeir. Og ég get svo sannlega tekið undir þessu orð hjá hann Valgeiri að Lindakirkja yndislegur staður að vera á í leik og starfi og tónlist og söng og öllu því frábæra starfi sem hún að bjóða upp á. Hún stór félagsmiðstöð fyrir okkur öll á öllum aldri, hversu við erum bara nýfædd. Ég sé hérna fóreldrarmótnana sem á veturnar og þriðjudagsmótnum. Svo erum við sunnudagaskólan á sunnudögum, ég og Emmi ásamt fleiru frábæru fólki. Og svo fæ ég stundum að koma og syngja í messu líka sem er alveg yndislega gaman. Og næst ætli Guðni gaf mér bara bessalega að velja alla tónlistina hér í kvöld. Og lagið sem ég söng áðan gaf ég út á plötu fyrir alltaf mörgum árum og lagið á textinni eftir Magnús Þór Sigmundsson sem algjör snillingur að semja texta sem ég elska, sem eru svona opnir, við getum lagt öll hver og eitt okkar túlkun hvað textin og einmitt næsta lag eftir hann líka og það var hljómsveitin í Svörtum fötum sem gaf þetta út fyrir mörgum árum og lagið heitir Í dag sem dimma nátt og mér finnst þetta alveg óbúslega fallegt lag og textin líka. Gjörið svo vel. Sólin kissir kinn og hún snýr mér í hringi, þessi gamla jörð, heiðblár himinninn, já allt fram streymir og við stefnum eitthvert, hvað síðan verður, það verður ekki séð, hver veit hvað við eigum næst í vændum, ég trú á þig, trúðu á mig, við erum, við eigum, við verðum, hugsaðu til mín ef þú mátt, þú veist hversu mikilvægt mér finnst að finna straumana, hugminn öllum stundum þú átt, hafðu mig í draumum þínum dag sem dimma nátt, kvöldið kemur enn, kyrrðin fylgir húminu, allt hljótt, kona tekur senn og þú vefur þér þétt inn í von í stjörnu blikið, það bærist ekki neitt, við erum, við eigum, við verðum, hugsaðu til mín ef þú mátt, þú veist hversu mikilvægt mér finnst að finna straumana, hugminn öllum stundum þú átt, hafðu mig í draumum þínum dag sem dimma nátt, því sem snjóa leysir vor, því sem dagur rís, aðeins þú í logni og bil, í
hversu mikilvægt mér finnst að finna straumana. Huginn öllum stundum þú átt. Hafðu mig í draumum þínum dag sem dimman átt. Hugsaðu til mín ef þú mátt. Þú veist hversu mikilvægt mér finnst að finna straumana. Huginn öllum stundum þú dag sem dimman átt. Hafðu mig í draumum þínum dag sem dimman Og þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa úr sætum við heyrum heilagt guðspjall sem ritað hefur guðspjallamaðurinn Jóhannes. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég og veginn þangað sem ég fer, þekkiði. Tómas segir þá við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð og hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föður síns nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér þekkja föðurinn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus segir þá við hann, Drottinn, sýn þú okkur föðurinn, það nægir okkur. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðirinn í mér? Það sem ég segi við yður eru ekki mín orð. Faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Trúið mér að ég í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þið trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra verkanna. Þannig hljóðar heilaga Guðspjall og sæli erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og þá skulum við játa okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans engason, drottinn vorn sem getin af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Og nú ætla ég að fá að flytja fyrir ykkur lag sem að ég orðin ofsalega hrifin af. Ég hef alltaf verið aðdáandi þessar hljómsveitar frá því ég var bara ungstelpa og frá því að þetta COVID-tímabil hófst þá hefur Helgi Björns átt hug og hjörtu alla Íslendinga og SS Sól hljómsveitin. Og þetta lag heyrði ég á öðrum stað, ég heyrði þetta í kirkju daginn með öðrum söngvarrendar en þá einhvern veginn heyrði ég textan aftur. Það er svo gaman að heyra lög í einhverjum öðrum búningi og þá kannski uppgötum að textan á einhvern allt annan hátt. Og mig langar til að setja minn brag á lagið og ég fekk að velja það hér í kvöld og lagið heitir Síðan hittustu aftur á miðri leið. Gjörðu svo vel. Og lagið á textir eftir Helga Björns. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið.
og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Ég stend hérna ein í rigningunni, ég hugsa til þín í öðru landi, ég horfi til himins á stjörnurnar, eru þær eins hjá þér? Ef ég ætti 3 óskir, þá óskaði mér að ég gæti flogið til þín, yfir fjöll, yfir höf, til þín. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið, við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Mig langar að klifra upp á regnbogann, mig langar að synda í tunglsljósi, mig langar að sigra jökulinn, eldfjöllin, og með þér. Ég get ekki sungið, ég get ekki grátið, ég get ekki fundið norðurljósin, tilganginn fullkomnun án þín. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið, við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Heim, og síðan hittumst við aftur á miðri leið, við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið, við eigum heiminn og allt sem í honum er. Og síðan hittumst við aftur á miðri leið. Eins og ég sagði í upphafi þá þetta svona smá eins og á kvöldvöku. Ég má ekki fara á framalega fyrir streymið, ekki hérna? Það er svo venjast þessu. Að þetta smá eins og svona kvöldvöku. Við ætlum að hafa þetta aðeins afslappara og lögin eru bæði sálmar í upphafi og lokin og svo svona dægurlög sem hafa ýmsa trúarlega skírskotun ef við bara höfum augun opin fyrir því. Eins og það hafðu mig í huga þér dag sem dimma nátt. Þú veist hversu mikilvægt mér finnst að finna straumana. Mér er svona hægt að hugsa þetta líka hvað bara Guð sér að segja þegar þú fer með bænina þínar. Hvað er Guði mikilvægt? Að finna tenginguna og fyrir okkur að geta upplifa tenginguna við Guð. Og svo þetta að hittumst við aftur á miðri leið. Mér finnst það svo fallegt. Og það er svo rík von í kristinni trú að eiga Guð að sem á loka svarið, eins og Valgeir las áðan. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Guð á loka svarið. Hið illa á sér alltaf andsvar í hinu góða sem er loka svarið. Og daginn var ég að jarða, sem er ekki frásögu færandi nema það var svo gott veður að við löbbum út í kirkjugarð. Og þá kom svona eldri maður og sagði: heyrðurðu hvað þú last falleg orð í kirkjunni? Heyrðurðu þessi orð? Þetta er ekkert búið, eins mikið og við söknum hennar. Þetta er ekki búið. Hjarta yðar skelfist ekki. Heyrðurðu þetta? Og svo sagði hann, og svo það sem ég finnst allra fallegast:
sjá að væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað. Ertu að átta þig á hvað þetta fallegt, prestur? Nei, ég meina, sjáðu þetta fyrir þér. Guð fer sjálfur og býr okkur stað. Og hann opnaði svolítið augum mín fyrir þessu. Þetta svona, þegar maður til dæmis búin að vera að ferðast einhvers staðar lengi og kemur inn í hús ferðafélags eða maður búin að vera fara til útlanda og það löng ferð að baki og svo loksins getur maður legið flatbeina kannski eftir langa flugferð. Hvað ofboðslega gott að koma í hreint hótelherbyggi eða á gististað þar sem einhver hefur búið manni stað. Og þarna var hann að segja, það ekki bara einhver. Guð sjálfur fer á undan og býr manni stað. Hann gerir allt tilbúið, eins flott og það engin biðlisti eða neitt svoleiðis. Hann bara búinn að búa þér stað. Og það var svo fallegt og gott að eiga þessa helgu stund. Og hann sagði, fattaru stundu hvað þú lesi fallega texta upp úr biblíunni sjálfri. Og þetta var nú eiginlega bara það sem mér langaði svona að deila með ykkur. Því mér þótti þetta svona snerti við mér að hugsa þannig að við erum elskuð Guðs börn og það Guð sem fer sjálfur á undan og segir í húsi föður míns eru margar vistaverur. Það nóg pláss. Og það reyndar einn svona gamansaga sem mér hefur stundum þótt gaman að minna á að það sagt frá því að Líklega Pétur hafi verið að skrá alla sem komu og hann ætlaði að vísa sumum frá að hann fannst þeir ekki hafa tekið nógu ekki sinnt sínu nógu vel og fór yfir bókhaldið og bara nei og vísaði frá. Svo kemur Tómas að honum og segir, Pétur, það miklu fleiri hérna inni en eiga að vera komnir inn. Hvernig ósköpunum stendur eiginlega á þessu? Og svo fara þær að leita og labba þá hringinn í kringum himnaríki og þá sjá þeir á einum stað sem var búið að byggja svona múr í kringum að þar Jesú búinn að búa til svona stiga og að hleypa alls konar fólki yfir. Svona bakdýra megin. Og það finnst mér líka svo falleg sýn. Þetta bara svona gaman saga og þeir hlaupa tilbaka og útskýra við erum búin að fatta okkur allt og margir hérna. Jesú að hlaupa í öllum inn maður. Og þannig Guð boðar kristin trú okkur. Guð sem fyrirgefur og Guð sem tekur á móti okkur og Guð sem fylgir okkur og býr okkur stað. Og segir, hjarta yðar skelfist ekki. Guð með okkur dag sem dimma nátt. Og þá ætlum við að fá næsta lag. Sem lag sem ég gaf út á plötu fyrir nokkrum árum og ég fékk hann Stefán Hilmarsson til þess að semja texta fyrir mig við þetta lag sem eftir mann sem heitir Ragnar Hermannsson. Og Stefán Hilmarsson einmitt svolítið naskur við að semja texta sem maður getur túlkað á ýmsa vegu og þetta lag hefur einmitt, nú hef ég sungið þetta við alls konar athafnir, ég hef sungið þetta við brúðkaup, ég hef sungið þetta við afmæli, ég hef sungið þetta við skírnir og svo núna í messu og textin einmitt alltaf að lifna við fyrir mér og nýjan hátt og hlustið vel á, hann svolítið skemmtilegur og gefum bara Stebba Hilmars eitthvað, hugsum vel til Stefán Hilmarsson hér, gjörum svo vel. Þetta allt í himnalægi. Á meðan þú
augum skiptir máli. Frið í sálu mér og trú. Ég vil ekki nokkru breyta hér. Nei, lífið í lagi, svo lengi sem ég er því hjá mér. Allt í himnalagi, allt í himnalagi, allt í himnalagi, því ég veit þú vakir yfir mér. Takk fyrir. Einmitt, og þá ætlum við að beina straumum okkar til þess sem að við vitum að allt verður í himnalagi og biðja, má líka bara kalla það, kirkjan hefur gert það gegnum aldirnar. Það er þessi bænastund og hér í Lindakirkju er sá háttur á að það er hægt að ganga hér að bænaaltari og kveikja á bænakerti. Það er líka hægt að skrifa niður ef það er bænarefni og það er trúfastur bænahópur sem hittist hér á 50 klukkan 9 á morgnana og þeir eru velkomin að slást í þann hóp og þau biðja fyrir bænarefnum, bæði þakkarefnum og fyrir bænarefnum og við hvetjum ykkur til að skrifa niður eða kveikja ljós eða bara sitja það sem þið eruð og varpa áhyggjum ykkar til Guðs. Það er svo gott að kyrra hugan og leita Guðs í bæn og það gerum við nú. Men við fáum kannski einhverja ljúfa tóna bara leikna fingurum fram. Góði Guð, takk fyrir að fáum að koma saman í kirkjunni og leita til þín í bæn. Við biðjum fyrir öllu því sem á hjart okkar hvílir. Við biðjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma og veikindi. Við leggjum þau í þínar hendur sem eru kvíðin og hafa áhyggjur. Komdu til þeirra sem eru í klóm fíknar eða glíma við erfiðleika. Við biðjum fyrir þeim sem búa við ófrið í fjölskyldum, þeim sem búa við ófrið í heiminum og stríðsástand. Og það sem við erum að glíma við, fel mér það líka. Komdu til þeirra sem að syrgja og sakna. Komdu til þeirra sem eru að fara að hefja skólagöngu.
Við leggjum þau í þínar hendur og gefðu allir finni félaga í frímínútum. Og Jesús, við leggjum líka í þínar hendur fermingabörnin sem að hefja fræðslu mörg hver í næstu viku. Viltu gefa að fermingastarfið og fermingaveturinn sem framundan gangi vel. En allt sem á okkur hvílir felum við þér nú í hljóðri bæn. Svo segjum við saman bænina sem Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá tökum við fram blaðið og getum sungið með í þessu fallega sálmi sem Hafdís Huld samdi fyrir barnaplötu og heitir Bænin mín. Húsið verður kyrrt og rótt, skuggar ekki hræða mig. Góði Guð, ég treyst á þig, ég bið. Englana að passa mig, ég bið. Passa mig. Mamma kissir góða nótt, mig má ekki dreyma ljótt, ég horfi út gluggann minn, úti bíður nóttin dimm, ég bið. Englana að passa mig, ég bið. Englana að passa mig. La la la, la la la. Þetta litla bænin mín, ég beini henni upp til þín. Þú vakir alltaf yfir mér og fyrir það ég þakka þér, ég bið. Englana að passa mig, ég bið. Englana að passa mig. La la la, la la la. La la la, la la la. Klappa fyrir okkur öllum. Og þá
Þá þakka ykkur öllum fyrir komuna hingað í kirkjunni í kvöld og ykkur sem fylgdust með í streymi. Takk ykkur líka fyrir og minni á að það auðvelt að senda bænarefni inn rafrænt á lindakirkja.is. En í lok allra kristilegra athafna þá erum við send út með blessun Guðs sem minnir okkur á að við erum ekki ein á ferð og við skulum rísa úr sætum því sem við auðvelt með og þiggja hérna drottinlegu blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og þá þakka ég bara ykkur fyrir í dag. Þau eru búin að standa pliktina vel. Þau voru líka að syngja djúp og breið og fleiri góð í sunnudagsskólanum í morgun, bæði tvö. Og svo aðeins annað prógram í kvöld og Valgeir, þakka þér fyrir fallegan vitnisburð. En förum í friði Guðs og þjónum drottni með gleði.